Dísi Guði, takk fyrir Guðmundur. Halleluja. Þið sjáu hérna titilinn af predikuninni. Það svolítið athyglisvert, Guði svo nákvæmur. Það kom í rauninni svolítið mikið fram hérna í lofgjörninni hvað ég ætla að predika Og ég verið bara mjög hugsi fyrir þessu ári sem er svona nýbyrjað. Og ég bæði spennt, en ég hef líka svona, þú veist, ég held að þetta sé alveg rétt sem að Jóhanna sagði, ég held að þetta verið afar sérstakt ár. Þannig ég svolítið undir það búin, þetta mun ekki fara eins og ég hef búist við. En það er alltaf best þegar það fer ekki nákvæmlega eins og ég býst við, heldur eins og Guð vill hafa það. Og hérna, það sem ég hef tekið eftir, ekki bara í kirkjunni heldur bara víða, eiginlega bara allan heim, þá er svo mikil barátta huga mannsins. Það er rosalegt áreiti allstaðar og við erum að sjá bara, þú veist, alls konar hluti eiga sér stað bara í okkar þjóðfélagi sem við höfum jafnvel ekki séð áður. Og það er út af því að baráttan, vinir, hún er raunveruleg. Hún er raunveruleg. Og við getum ekki látið eins og hún sé það ekki. Og ég held oft á tíðum þá hefur kirkjan kannski svolítið gleymt hlutverki sínu. Og við þurfum að fara aftur í ræturnar. Við þurfum aftur að fara að standa orði Guðs eins og aldrei fyrr. Og við þurfum að tala líf og við þurfum að tala blessun Guðs. Og við þurfum að tala þá framtíð sem að Guð hefur fyrir alla. Vinir, út af því að orðið er máttugt. Það er kröftugt. Það er beittara hverju tvíeggjuðu sverði. Og við þekkjum það smýgur inn í innstu fylsni, liðamót og merg. Og það dæmir hugsanir og hugrenningar hjartans. Af hverju ætli það sé? Það er út af því að baráttan okkar, hún er í huganum. Við vitum hvað stendur í Sálmi 23, hann smyr höfuð mitt með olíu. Okkur er svona mikið atriði að smyrja höfuð okkar með olíu. Út af vandinn er fyrst og síðast hér. Vandinn eru hugsanir okkar. Og við vitum þá olían eða smurningin, hún brýtur okið. Það er smurningin sem að fer frá höfðinu og niður eftir líkamanum og reyndar meir en það byggur okkur á að flæða yfir. Hún á að skvettast til þeirra sem eru allstaðar í kringum okkur. En vinir, baráttan er alltaf hugan. Og fyrir þess samkom í dag, þá hef ég fundið bara gríðarlega baráttu. Það er bara þannig. En í staðinn fyrir að óttast baráttuna, þá bara tek ég baráttuna. Akkurat. Við erum alltaf að tala við Guð. Drottinn gefðu sigur. Gefðu sigur. Vinir, það verður engin sigur nema að það sé barátta. Akkurat, Dísi Guði. Þannig að við ætlum á þessu nýja ári, þá ætlum við að setja fætur okkar sem aldrei fyrr á klett aldana. Og við ætlum að fara ekki vera bara heyrendur, heldur líka gjörendur á því sem að segir í orðinu. Og vinir, þar skilur á milli feigs og ófeigs. Það er að heyra og síðan að framkvæma. Krafturinn kemur þegar við framkvæmum. Það er ekki nóg að vera heyrandi. Trúin er dauð án verka. Það þarf að haldast í hendur. Og vinir, þetta má ekki fara eitthvað út og suður hjá okkur. Við þurfum að búa til lífstíl sem að styður að Guð geti talað í líf okkar. Við þurfum að gera pláss fyrir hann. Við þurfum að búa til rými fyrir hann. Og við þurfum að gera eitt á hverjum einasta degi og það er að ákalla blóðið yfir hugsanir okkar. Við þurfum að tala líf inn í daginn okkar. Við þurfum að tala líf inn í bara kringumstæður okkar. Við þurfum að tala líf inn í systkin okkar. Við þurfum að tala líf inn í börnin okkar. Gunnar hann er alveg spriklandi í lífi. Og við þurfum að tala líf inn í maka okkar. Og við þurfum að tala líf inn í kringumstæðurnar okkar. Við þurfum að sjá Guð bara að gera sér dýrlegan og við þurfum að passa að vera ekki fyrir með eitthvað rangar hugsanir. Í Jesú nafni. Erum við til? Mér langar svolítið hérna í byrjun árs að tala þetta ferli sem að Páll postuli fór í gegnum.
hann átti svolítið erfitt með þetta, að þjálfa huga sinn. Og það stendur í Rómverjabréfinu, þú veist, að það góða sem hann vill gera, það gjör hann ekki. En það vonda sem hann vildi ekki gera, það gerði hann. Og vinir, við vitum það, ganga með Guði, þetta er ferli. Það er engin fullkomin og það er engin þannig að þið get ekki gert mistök. Það er bara ekki þannig. En vinir, í okkur og í orði Guðs býr vald og kraftur sem að við hreinlega áttum okkur ekki á. Ég bara sannfærði það. Og vinir, við þurfum að nota meira orðið því að óvinurinn gengur hér sem öskrandi ljón. Og hann vill stela, slátra og eyða, en Guð vill gefa okkur líf í fullri gnægð. Við skulum fara í 2. Korinthubréf í vers 10 í kafla 10 og vers 3. Þótti sem maður berst ég ekki á mannlegan hátt, því að vopnin sem ég nota eru ekki jarðnesk, heldur máttug vopn Guðs til að brjóta niður vígi. Ég brýt niður hugsmíðar og allt sem hreykir sér upp gegn þekkingun og Guði, og ég hertek sér hverja hugsun til hlýðni. Þetta orð máttug vopn Guðs þýðir mögnuð eða eins og dínamít. Þannig að við erum að tala Guð er með vopn fyrir okkur sem virka eins og dínamít. Vinir, hafið þið spáð í hvað það er erfitt að lesa orð Guðs? Okkur ég haldi að það sé. Það er út af því að í orðinu er hreinlega dínamít. Það er dínamít. Það er dínamít inn í kringumstæður okkar, það er dínamít inn í framtíð okkar og óvinurinn vill ekki að við lesum. Hvað þá játum út orð Guðs? En vinir, þar liggur krafturinn. Hann liggur í orðinu. Og vinir, látum ekki óvininn enn eitt árið rugla okkur í ríminu, heldur tökum stöð okkar. Lesum orðið sem aldrei fyrr og ekki nóg með það fyrir að tala það út. Því að það eru máttug vopn til þess að herja á kringumstæður okkar. Halleluja. Og það breytir okkur í Jesú nafni. Amen. Þannig að máttug því mögnuði að dínamít. Og það sem óvinurinn vill stundum gera, og ég hef tekið eftir alltaf í mínu lífi, hann vill oft gera okkur einhvern veginn óvirk, þannig að við trúum lyginni. Og mér langar að segja þetta aftur, hann vill gera okkur óvirk, þannig að við trúum lyginni. Og vinir, honum tekst bara ótrúlega vel til oft á tíðum. Og þetta vígi þýðir í rauninni svona eins og, bara í rauninni eins og veggir. Það má eiginlega orða það þannig að hann býr til eins og fangelsi í kringum okkur. Lygi óvinarins. Og vinir, þessi lygi getur haft rosalega víðtæk áhrif á líf okkar. Hún getur hreinlega gert það verkum að þú missir allan mátt. Þú verður óttaslegin. Það sem við erum að sjá í dag, það eru svo margir sem eru bara heima hjá sér. Þau þora ekki orðið út á meðal fólks. Af hverju er það? Það er ótti. Og vinur, óvinurinn, drottin er ekki óttanum. Vinur, drottin hefur sigrað óttan. Dýr sé Guði. Og í staðinn fyrir að trú þessari lygi, að þá þurfum við að tala út í kringumstæður okkar, við þurfum að tala út í hugsanir okkar. Vilja Guðs. Dýr sé Guði. Og vitið það, þarna er bæði Biblían og líka vísindin algjörlega sammála. Líf okkar fer í þá átt sem okkar sterkustu hugsanir taka það. Og vinir, þannig að hugsanir okkar skipta gríðarlega máli. Og þú hugsar kannski með þér, býtu, en ég bara hugsa alls konar. Það sem að við getum gert er að búa til nýjar hugsanir. Og þegar við tölum út orðið eða lesum orðið, ástæðan fyrir því að það er svona mikilvægt að hugleiða orðið, er einmitt út af þessu. Þú býr til nýjar hugsanabrautir. Og allt í einu fer veruleikin bara hreinlega að breytast.
Og allt í einu fara hlutir að gera sem að þú hefur ekki tekið eftir áður og hugsun þín, almenn hugsun, hún fer að fylgja á eftir. Og það sem að gerist við hugsanir, það framkalla skref sem við tökum. Og það búa til líf. Það búa til framtíð, það búa til nútíð. Vinir, þannig það skiptir svo miklu máli að við látum ekki lygi óvinarins villa okkur sýn. Og vinir, honum hefur bara tekist of vel til. Og í dag þurfum við að vita hver við erum. Við erum meir en sigurvegarar. Við erum elskuð. Hann með þér allt til enda veraldar. Þú ert aldrei einn. Og jafnvel þótt við höfum gert einhverja hluti sem ekki eru góðir, þá elskar hann þig samt. Óvinurinn hefur of mikið náð að ljúga inn í fólk hver það er. Og vinir, í dag að þá þurfum við að dusta rykið á því, hver erum við? Hver erum við? Við erum meira en sigurvegarar. Dýr sé Guði. Halleluja. Það út af því að hann býr innan með okkur. Og ég svo fegin að hann býr innan með okkur. Ég svo fegin að hann býr innan með mér. Dýr sé Guði. Ég svo þakklát við því. Og vitið það, besta gjöfin sem ég fengi bara í lífinu, það trúin á Jesú. Þvílíkt lán. Þvílíkt lán. Og ég þakklát fyrir það. Halleluja. En það sem óvinurinn gerir, eins og ég sagði, hann býr til veggi í kringum okkur. Og allt í einu hættum við að sjá til sólar. Við þurfum að trúa lyginni. Og vinir, við þurfum að minna okkur á hvað Guð segir. Hvað hann segir okkur. Hvað hann heldur okkur. Og það einhver hér, og ég algjörlega á því, alveg eins og Jóhanna sagði, það einhver hér sem þarf að heyra þetta. Þú ert dýrmæt sköpun Guðs. Þótt að þú verir einn, þá hefði hann látið lífið fyrir þig. Svo mikið elskar hann sköpun sína. Hann elskar þig. Halleluja. Má ég heyra með? Hver lygi óvinarins? Ég get engum treyst. Það hefur verið brotið á mér. Eða, ég mun aldrei eignast góða maka. Það ekkert nema fávitar að nóti. Ingi sagði þetta, ekki ég. Og svo framvegis. Og líka þetta, hann elskar mikið. Ég er búin að gera fullt af mistökum. Ég bara klúður öllu. Hann getur ekki elska mig. Vitið það, Biblían hrekur hvert einasta atriði af því sem ég var að nefna. Og meira til. Og við þurfum að hætta að trúa lyginu og það sem að meira við þurfum að hætta að játa fram einhverja lygi. Við þurfum að fara að játa fram sannleika Guðs. Því hann hefur gefið okkur mátt dínamít til þess að sprengja upp, þið vitið, þessa veggi í kringum okkur. Til þess að taka okkur út úr fangelsi. Vinir, hann hefur gefið okkur dínamít til þess að sprengja fangelsið. Og í staðin fyrir að horfa bara á dínamítið, hvernig var að kveikja í dínamítinu og láta það sprengja upp fangelsisdyrnar í Jesú nafni. Halleluja, dínamít, vinir. Hann hefur gefið okkur dínamít. Máttugu vopn. Halleluja. Og vinir, ég er búin að, eins og þið kannski vitið, árabil verið á ákveðinni vegferð hjá Guði, varðandi þetta að endurnýja hugsun mína. Og ég held að öll okkar takmörk, það sem við setjum fyrir okkur, einfaldlega þetta, röng hugsun. Og ef við breytum hugsun okkar, þá breytist allt annað í kjölfarið. Það bara þannig. Hugsun okkar hefur að gera með svo ótrúlega margt. Mjög margir hugsa sig, og þú veist, ég ekkert að tala bara peninga, en mjög margir hugsa sig fátæka. Þau upplifa eins og þau eiga ekki skilið að njóta velgengni með nokkrum hætti. Það hugsunarháttur fyrst og síðast. Leið og þú breytir hugsuninni að þá ferðu að skoða allt öðruvísi möguleikana sem að verða á vegið þínum. Vinir, hugsun.
Þannig að hugsun skiptir svo miklu máli og ríkjandi hugsun. Ef að þú temur þig á að hugsa, allt megna ég fyrir hjálpan sem styrkan gerir. Allt megna ég. Og ég fer inn í daginn með þessa hugsun, allt megna ég fyrir hjálpan sem styrkan gerir. Jafnvel þótt ég mæti óvinum, jafnvel þótt ég mæti kringumstæðum, þá megna ég allt. Af hverju? Því hann hefur gjört mig styrka. Það þannig, vinir. Hann hefur gjört okkur styrk. Og í staðin fyrir að trúa lyginni, að þá setjum við dínamítið sem orgvus gegn þeirri hugsun og við tölum út líf. Og það sem að gerist, að allt í hennu ferð að upplifa, vá, ég get bara að tækla alls konar kringumstæður. Allt í hennu ferð að hvíla í því hver þú ert og hver Guð í þér. Og vinir, kirkjan hefur mikið verið einhvern veginn í bakkýr, við erum alltaf einhvern veginn að bakka. Hvernig væri að stíga fram? Við þurfum ekkert að biðjast afsökunar á okkur. Akkurat. Við eigum að vinna lönd. Við eigum að taka nýja landið. Við eigum að fara inn í Kanansland, okkar andlega Kanansland. Og hann hefur lofað okkur í orði sínu, hvert land sem þú stígur inn á, verður þitt. Þannig í staðin fyrir að vera í ykkur mínus, trúa lygi óvinurins, en einu sinni, að þá fyrir að tala í okkur líf og við fyrir að fljúa hærra. Og það sem að örnin gerur, ég er búin að vera að tala um örnin, hann flýgur yfir kringumstæður sínar. Hann sér hlutina með ofboðslega breiðri linsu. Og meiri segir það þannig að örnin sér margra metra í kolsvörtu, marga kílómetra í kolsvörtu myrkri. Hann minnir mig á orðið sem að segir að jafnvel á þurrka tíð, þá láta þau ekki af að bera ávöxt. Út að við erum ekki í þessu hagkerfi, við erum í hans hagkerfi. Gleymi því ekki. Við búum við annað lögmál þegar við erum í ríki Guðs. Það annað sem virkar. Og ég ekki að segja það verði allt bara, þú veist, að við sem bara fara að dansa okkur túlipunum. En við þarfum okkar breytist gagnvart kringumstæðum lífsins. Leið og þú fer að tilenga þér orð Guðs og þú fer að tala það inn í líf þitt. Þá koma túlipanarnir. Hvað yndislegt. Þeir eru þarna einhvers staðar. Takk Jesús, halleluja. Þannig að rangar hugsanir hafa áhrif á sálarlíf okkar. Rangar hugsanir orsaka þunglyndi, kvíða, vanlíðan, fíknisjúkdóma, átröskun. Ég gleymdi einu sinni við átröskun. Guð læknaði mig af henni. Vinir, út að ég þurfti að endurnýja hugsun mína. Og vinir, ef ég gat gert það, þá getur þú það líka. Vinir, frelsið ekki bara gefið mér, það gefið okkur öllum. Og hann hefur gefið þér lykla til þess að nota, ekki bara til þess að opna hurðina, heldur til þess að stíga út. Sjá hlutina í víðara samhengi. Sjá hvað áætlun hann hefur með lífið þitt. Vinir, þú ert einstakur og það sem að Guð hefur ákvarðað þér að gera, get ég ekki snert. Og líka öfugt. Þannig að það sem í huga þínum kemur fram í lífið þínu. Og orðskveðnir tala þetta að það sem að þú hugsar í hjartaðinu, þannig líf þitt. Orðskveðnir 23. Þannig ég ekki bara að segja eitthvað sem bara eitthvað, þú veist, eitthvað tilbúningur í mínum huga. Þetta biblíulegt. Dauð og líf á tunguna valdi. Vinir, við þurfum að tala líf og við þurfum að tala líf og við þurfum að tala meira líf og sérstaklega eftir því sem að tíminn nálgast. Ég bara trúi því að við erum bara, það ekkert langt í endurkomu drottins. Og veitir það, þið finnið það alveg. Myrkrið alltaf að vera meira og meira og þess þá heldur að búa til ljós sem lýsir í Jesú nafni. Að vera ekki með ljós okkar undir mælikeri heldur, talað út, vera ljós. Halleluja. Þannig að það sem í huga þínum kemur fram í lífiðinu.
Og ef þú trúir lyginni nógu lengi, þá verður lygin sannleikurinn þinn. En til að búa til nýjan veg, þarftu að búa til nýjar tengingar í huganum. Og það er gert með því að endurnýja hugsunum. Og það sem við ætlum að gera á nýju ári, á þessu ári, við ætlum að búa til nýja ávana. Þannig að þegar okkur líður illa, þá ætlum við ekki að labba inn í eldhús, opna frystinn og taka út ísinn. Þetta er ekki sérstaklega beint að alla, en ég er ánægð að hann sé hérna í dag. Við ætlum að gera annað. Við ætlum að biðja. Og við getum líka, þegar við finnum okkur líður illa, búið til nýjan ávana. Farið bara í staðinn fyrir að labba frystinum, að labba út dyrahurðinni, opna hana, farið út að labba, beðið úti. Vinni, við þurfum nýja ávana. Og við erum alltaf að beða Guð að gera eitthvað nýtt. Það hefur með okkur að gera. Það hefur með ávana sem við gerum af lífstíl. Það hefur með það hvernig við ákveðum að hafa líf okkar. Og vinni, númer 1, 2 og 3 er að búa til stað, búa til pláss, ekki búa til stað, hann á heima alls þar, búa til pláss fyrir Drottinn. Leyf honum að tala til okkar á hverjum einasta degi. Opna orðið hans. Jafnvel þótt það sé erfitt, opna það samt. Hlýða á góða ræður, hlýða á tónlist sem að lyftur upp nafni Jesú. Ég veit ekki með ykkur en ég er rosalega viðkvæm fyrir tónlist. Tónlist hefur rosalega mikil áhrif á mína tilfinningar og ég get alveg farið í bara flæki við að hlusta ákveðna tónlist. Bara viðurkenna. Þess vegna þarf ég að passa hvaða tónlist ég hlusta á. Og núna er svo rosalega mikið neikvætt í fréttum. Ég þarf líka að passa hvað ég er að horfa á. Og vinir, við þurfum ekki að lesa alla fréttir. Við þurfum ekki að gera það. Það er bara mjög gott að slökkva stundum á fréttatímanum og bara lyfta upp nafni Drottins. Come what may. Ég ætla ekki að vera að drukna í þessu. Ég þarf að vera meðvituð hvað virkar fyrir mig. Hvað næri mig. Amen. Og í Rómverjabréfinu, bara þannig þið sjáuð að ég er ekki að fara með neina fleipur, þetta er allt í ritningunum. Rómverjabréfi 12. kafla, fylgið ekki háttsemi þessa heims. Látið heldur umbreytast með hennu nýja hugafarið og lærið að skilja hver sé vilji Guðs, hið góða, fagra og fullkomna. Þannig í stað þess að fara í frystinn, þá förum við á skeljarnar. Við förum að lyfta upp nafni Jesú. Og vinir, í stað þess að fara á Instagram á kvöldin og horfa á Reels, sem ég gerir mjög mikið af því miður, þá ætlum ég að fara að hlusta meira bara á Biblíuna. Ég ætla að fara að hlusta meira á Biblíuna og við gerðum það daginn, við fórum að hlusta á útleggingar á Rómverjabréfinu, fórum til Grindavíkur og þetta var svo uppörvandi og svo blessað. Gerum meira því sem að nærir anda okkar, sem gerur okkur kleift að taka stöðu okkar og fara að tala og gera það sem við eigum að vera að gera. Eru þið sammála mér? Amen. Takk Jesús. Þannig að til þess að upplifa hið góða, fagra og fullkomna, þá þurfum við að breyta hugafar okkar. Og til að breyta hugafarinu, þá þurfum við að búa til venjur. Og ég hef sagt frá því áður því ég átti mjög erfitt andlega. Út af því ég hef alla tíð verið frelsuð. En það er eitt að vita sannleikann og það er annað að framkvæma. Og vinni, ég var komin á bara eitthvað svona, bara mjög erfiðan stað. Þetta er fyrir cirka, ég veit ekki, 20 árum síðan, eitthvað svoleiðis. Og ég þurfti að gera upp við mig, annarkvort myndi ég stíga fram og gera það sem ég kynni að gera, það sem ég hefði lært að gera, eða ég myndi bara, þið vitið, fara bara í algjör kör. Og það sem að ég gerði fyrir mig, ég fór að prenta út alls konar ritningastaði. Ég bara prenta út hluti sem áttu við mína kringumstæður, sem að sögðu sannleika Guðs kringumstæður mínar. Og ég prentaði þetta út og ég fór að setja þetta á spegla heima. Ég setti þetta meira svo upp í vinnunni minni og ég gerði þetta bara mörgu sinnum á dag. Þá fór ég að þylja upp alls konar ritningastaði
Og ég veit þetta hljóma kannski mjög einkennilega. En vinir, þetta virkaði. Þetta virkaði. Og á einu ári, ég er búin að segja frá þessu nokkru sinnum áður, á einu ári þá hafði allt breyst í lífi mínu. Og ég er sannfærð það var umbreyting hugarfarsins sem hafði þar allt að segja. Og þegar ég fór fyrst að gera þetta bara út af því ég bara steig út í trú. Ég fann ekkert eitthvað svona gæsahúð þegar ég fór með þessa ritningastafi. En allt í henni fór Guð að kveikja líf í orði sínu. Og það bjóð til nýja framtíð og á einu ári, og ég bara segi ykkur frá þessu, ég er ekki að tala að þú muni vinna í lottó, en þú mun breytast. Hugur þinn mun breytast. Og á einu ári, þá var ég komin í nýja vinnu og búin að fá 2 sinnum stöðuhækkun. Og ég léttist örugglega 25-30 kíló. Mamma trúir því ekki, hún segir ég hef aldrei verið svona þung, en það var þannig. Ég er bara svo há, ég fel það. En það sem ég er að reyna að segja vinir, er að hugur okkar býr til líf okkar. Og hugur okkar þarf að endurspegla sannleika Guðs. Og leið og hann fyrir að endurspegla sannleika Guðs, að þá fara hlutir að breytast í kringum okkur. Og hver vill ekki breytingu í sitt líf? Má ég sjá hönd á lofti? Hver vill breytingu í sitt líf? Allir alveg, ég vil ekki breytingu. Ég vil ekki. Ég veit að vilja. Takk Jesus, við erum nefnilega sköpuð til þess og við erum sköpuð til þess að þjóna Guði og við erum sköpuð með hans anda innan með okkur. Þannig að þegar við tökum líf hans, þið verða mun eftir því að þegar Guð skapaði heiminn, þá notaði hann orð sitt. Og þegar þú ert að búa til framtíð sem Guð að skapi, að þá þarftu að nota orð Guðs. Halleluja. Og það það sem virkar. Dísi Guði. Halleluja. Trúið mér. Ætlið að framkoma. Dísi Guði. Það líst mér vel á. Halleluja. Þannig að við ætlum að búa til nýjar venjur. Og í Jóhannesi 8:31 það stendur, ef þið farið eftir því sem ég segi, eru þið sannir lærisveinar. Og þér munið þekkja sannleikann og sannleikurinn, vinir, það hann sem gerur okkur frjáls. Það sannleikur Guðs, ekki þín eigin hugmyndafræði hver þú ert á einhverjum vondum stað í þínu lífi. Það sannleikur Guðs. Og ég ætla ekki að hafa þetta ár sem eitthvað rugl það hver ég er. Mitt vígi mér finnst ég aldrei vera nóg. Það mitt vígi. Og vinir, ég þarf stöðulega að vera að minna mig á að Drottinn elskar mig nákvæmlega eins og ég er. Og ég veit ekki hvert þitt vígi það getur verið eitthvað annað. En ég þarf reglulega að minna mig á allt megna ég fyrir hjálp hans sem styrkan gjörir. Ég ætla ekki að leyfa óvinnunum að ræna frá mig þeirri blessun sem að Guð hefur fyrir mig þetta árið. Og ég hveti til þess að gera það sama í Jesú nafni. Og við þurfum að fara að segja honum stríð á hendur. Takk upp alvæpni Guðs og sigra hann í Jesú nafni. Halleluja. Það bara komið tími til. Vitið það, hann búin að stela of mikið frá kirkju Guðs. Allt of mikið. Nei, réttu á þér bróðir minn, við megum það ekki. Þannig að vinir, það sannleikurinn sem gerur okkur frjáls. Það fólkinn inn í vanlegan, ég bara veit að ég finna, ég skynja það. Guð hefur gefið lykil. Ekki bara horfa á lykilinn, notaðu lykilinn. Fara að tala inn í líf þitt, út af það breytir lífið þínu. Og það besta sem þú getur gert ef þú ert að upplifa kvíða eða þunglyndi, það að segja Drottinn, ég treysti orði þínu. Ég treysti þér. Ekki mínu eigin hyggjuviti, ég ætla ekki að finna út úr kringumstæðunum, ég treysti þér. Og vinir, þegar við gefum honum þessa verkheimild, þegar þú segir bara Drottinn, ég ætla að leggja mig í þína arma. Vitið það, þá leysist úr læðingu blessun sem bara það bara ekki hægt að útskýra hana, friður sem æðri öllum kringumstæðum. Og hlut af þessari lausn sem að Guð hefur gefið okkur þetta, að vera fljót að fyrirgefa.
Og margir upplifa sem veikleikamerki að fyrirgefa. Það gríðarlegu styrkur í að fyrirgefa. Nei, það hefur ekkert með það að gera að við samþykjum eitthvað ofbeldi gagnvart okkur. Hefur ekkert með það að gera. Það hefur ekkert með það að gera. Góði punktur, bróðir minn. Það hefur með það að gera að við treystum Guði til þess að koma með vogarskálarnar inn í líf fólks. Hvað því þá vogarskálarnar? Við uppskjörum öll eins og við sáum. Það þannig. Og í staðinn fyrir að vera að barma sér og leyfa í rauninni árunum að hverfa frá okkur í reiði og biturleika, þá segir við Drottinn, ég gef þér þetta í Jesú nafni og ég ætla að fara að lifa og ég ætla að vera frjáls og ég ætla að vera glöð. Má ég heyra með hann? Það áhugavert að vita til þess að þetta orð hertaka þýðir sverð. Það þýðir sverð. Að hertaka sér hverja hugsun til henni þýðir sverð. Sem orð Guðs. Þannig að mig langar til að fara í Efesu 6:10. Að lokum styrkist í Drottni og krafti máttar hans. Klæðist alvæpni Guðs til þess að þér geti staðist vélabrögð djöfulsins. Því að baráttan sem við eigum í ekki við menn að holda blóði, heldur við tignirnar og völdin, við heimsdrottna þessa myrkus. Við andaveru vonskunar í heimingeimnum. Svo kemur 13. vers og það versi sem ég vil kannski leggja áherslu á. Takið því alvæpni Guðs til þess að þið geti veitt mótstöðu á hinum vonda degi og haldi velli þegar þið hafið sigrað allt. Standið því girt sannleikum lendar ykkar og klætt réttlætinu sem brynju og skóið á fótunum með fúsleik til að flytja fagnar boðinum frið. Takið umfram allt skjöld trúarinnar sem þið getur slökkt með öll logandi skeyti hins vonda. Setu upp hjálpræðisins og grípið sverð andans sem orð Guðs. Ef þið skoðið þennan reikningastað, þá eru öll vopnin hérna varnarvopn. Þú ert að klæða þig, þú ert að brynja þig, við erum að passa það eldlaus skeytin. Það eitt árásarvopn. Það sverðið. Og þegar við lendum í ógöngum, þegar við lendum bak við eitthvað vegg, inn í eitthvað fangelsi, sem gerist reglulega, þegar við lendum í áföllum eða eitthvað kemur upp sem hefur verulega áhrif á okkur, þá lendum við bak við, og ég held að allir geri það, þá lendum við bak við vegg. Því að þá kemur óvinurinn, hann ákærandinn og hann kemur og nagar og nagar og nagar. Vitið hvað við eigum að gera þá? Takk upp sverðið. Við þurfum að rífa niður þennan vegg. Og hvernig gerum við það? Við gerum það með orði Guðs. Við gerum það með því að tala út orð Guðs. Halleluja, ég átt að hjálpræð. Og núna ætlum við að tala. Á þessu ári ætlum við að tala út orð Guðs. Og við ætlum að gera meira en það. Við ætlum bara hreinlega að setja inn reikningsstaði og ég ætla bara að gera það á innri vefnum. Við ætlum að fara að setja marga reikningsstaði sem að hjálpa okkur til þess að játa út. Og ég ætla ekki að vera ein að játa út, vinir. Ég vil að við tökum öll þátt í þessu saman. Því að hluti af því að verða sem örninn að svífa yfir kringum stöðnar að læra að hafa taumhald á hugsun sinni. Hugsunin kemur, en þegar hún kemur og ekki frá Guði, þá ráðumst við að henni með sverði andans, með orði Guðs. Við ráðumst að henni og við segjum sannleika Guðs. Halleluja. Ég sem tré, rennandi við vasslindir. Hvernig var Sálmur 1? Rennandi lækjum og ber ávöxt á réttum tíma. Og blöð þess vistn ekki. Halleluja. Vitið, það alveg sama hvað gerist þetta árið. Ég ætla að vera bara algjörlega rótföst við lækin. Ég ætla að bera ávöxt á réttum tíma. Og lokareikningsstafurinn sem ég ætla að fara í hér í dag þessi í Jesaja 40:31. Og þeir sem vona á Drottinn
Lykilorðið að vona á Drottinn. Ekki vona á eigin getu, vona á Drottinn. Þeir sem að vona á Drottinn, þeir fá nýjan kraft. Þegar ég stend hérna uppi, þá það ekki í mínum krafti, það í hans krafti. Vinir, ég þarf ekkert að vera eitthvað brjálæðslega klár, þó svo ég sé það. Svona, ég þarf aðeins að díla greinlega við eitthvað ego, en það annað. Ég í hans krafti. Og þegar við tökum landið, þá það ekki út af því að við erum svo mikið með þetta. Það út af því að Guð hefur gefið okkur landið. Og í staðinn fyrir að vera í ykkur mínus innra með okkur, að þá eru við í sjálfstrausti, í hans sjálfstrausti, mætti eiginlega að segja. Og við tökum landið. Og þeir sem vona á Drottinn, þeir fá nýjan kraft. Þeir fljúga upp á vængjum sem ernir. Þeir hlaupa og þeir lýjast ekki. Þeir ganga og þeir þreytast ekki. Og vinir, í dag að þá ætlum við að fara að læra að fljúga yfir kringumstæðurnar. Við ætlum ekki að láta hugsanir okkar og hugreiningar valda okkur vandræðum, gera það verkum að við koðnum inn í sjálfum okkur. Við ætlum að taka nýja stöðu. Og við ætlum að gera meira en það. Við ætlum að taka ný landsvæði. Af því að meiri sá sem í okkur heldur en sá sem í heiminum. Miklu meiri. Hann búinn að sigra heiminn. Og hann búinn að sigra þína kringumstæður. Takk, Jesús. Má ég heyra amen? Þið til í þetta með mér? Eigum að taka okkur tak í þetta árið og virkilega fara að tala út sannleika Guðs? Ég ætla að setja á innri síðuna og ég hvet ykkur til þess að þegar við setjum í reikningastæði, ekki bara lesið hann aftur og farið að tala hann út í kringumstæður ykkar. Tölum út orð Guðs og sjáum hvernig lífið breytist. Rísum að fætur.